Þið þekkið það sem að koma fyrirlest til mín áður, ég með óvaxna munnvatnskirtla. Ég er svo ömurleg. Ég verði eiginlega bara að deila þessu með ykkur núna. Þetta situr svo í mér. Ég var í hádegismat áðan með vonandi væntanlegum kúna, en ég held ég hafi algjörlega klúrað þessu kúnabrönns. Svo erfitt að þegar ég er svona pínu stressuð þá fyllast munnvatnskirtlarnir mínir meira af vatni og þeir eru nú þegar allt of stórir og bara þetta er búið megavesen í gegnum æðið mína. Og þið vitið þegar maður fer í sund og maður er svona að sprauta vatni svona milli tannana svona á einhvern, við gerum þetta alltaf þegar börn, þú veist, eitthvað sprauta og eitthvað. Og ég var að borða glómat, ógeðslega góðan mat eitthvað og svo bara rynni ég hvernig það svona fyllist af vatni og allt í einu bara og bara á gluggann. Það var ekki svo að þið lendi einhvers staðar og enginn séð það, það var bara glugga og bara gusa á gluggann og ég bara, oh my god, þetta er hrikalegt. Ég bara, Guð fyrirgefðu, þurfti að segja honum alla söguna tennurnar mínar og eitthvað. Það var allt eitthvað svona, ég held að hringja ekki eftir en það er alltaf. Já, ég fekk mjög gott svona konsept til að tala um. Það er svona markasetning og markarinn á morgun. Má ég fá glærurnar mínar upp á skjá? Ég vil að sé svona auðveldara. Já, þarna kom þetta. Já, ég ætla alveg að tala um markasetningu í dag og mér fannst það líka henta vel fyrir ykkur atvinnurekendur og svona hvernig markarnir að breytast bæði með aldamótakynslóðinni, millennials, en líka með kynslóðin sem kemur eftir okkur eins og Tim sagði, Generation Z. Að ég hef persónulega engar áhyggjur af aldamótakynslóðinni, ég er partur af henni og mér finnst hún bara geðt cool og nett og mér finnst ekkert mál að ná til hennar en ég hef miklar áhyggjur af hinni kynslóðinni af því að ég á erfitt með að skilja hana. Nú byrjaði ég að æfa fótbolta í New York núna daginn. Ég hef æft fótbolta alveg mjög lengi, ég var í fótbolta í 16 ár og ég byrjaði að fótbolta, þetta er bara svona utandeildarlið, þú veist, við getum ekki raskat og yngsti meðlimurinn okkar er 15 ára stelpa sem heitir Lily og svo þetta er alveg frá 15 ára upp í 29-30 ára og Lily segði mér daginn Alda, you are just the goat og ég bara já maður, yes og ég fór til Tim sem þjálfarinn minn og ég bara Tim, Lily has a serious brain injury she just called me a goat og bara no, Alda, that means the greatest of all time. G-O-A-T, the GOAT. Og ég bara, já, it's a compliment. Yeah, yes, I can live with that. Svo var leikurinn búinn og við grúttöpum og allt í góðu. Og Lily er að fara heim og hún er svona eitthvað, af Mojo. Og ég bara, og ég horfi bara á Tim og hann veit bara, ég skil ekki neitt. Og Tim bara, þýðir hérna, it means adios motherfuckers, you're on your own now. Og ég bara, og ég skil ekki, þú veist, nú tölum við báðar ensku, en ég skil ekkert sem hún segir. Það er bara svo annarkvært orð sem Lily segir á æfingum, þar sem ég er bara, ok, yes, Lily, yes, adios, amigo, eitthvað, ég er alveg týnd. Þannig ég er frekar áhyggjur af henni heldur en millennials. Bara svona að við erum að tala um aldamótakynslóðir. En grunnurinn og pointið mitt með þessari sögu er að ég held að með hverri kynslóð sem kemur að þá snýst heimurinn einhvern veginn miklu hraðar. Þú veist, ég tel mig persónulega að vera partur af aldamótakynslóðinni sem gerir allt mjög hratt og líf mitt hefur verið mjög hratt. Ég er bara 24 ára sem er klikkað. Og ég meira að segja eiga svona nýtt konsept að ég heyrti þetta quarter life crisis. Við höfum ekki einu tíma til að komast í lífskrísu, eða þú veist, ég nenni ekki að bíða til við fertugt, ég er lífskrísu núna, þannig ég er eiga svona quarter life crisis. Já, ég veit ekkert hvað ég ætla að verða því hún stór og ég er bara bráðum að deyja og ég er að koma með rauðan sportbíl bara og gera eitthvað klikkað. Þannig að já, ég var svona að hugsa þetta, með hverri kynslóð sem kemur, það verður alltaf hraðara. Og hvernig við kemur þetta markasetningu og hvernig getum við nýtt okkur þessa vitneskju fyrir þess að vita hvernig markarinn er á morgun. Eins og hún sagði þetta áðan, ég var hann eitthvað í sagafilm að selja placementauglýsingar. Bakgrunninn minn í markasetningu er alls ekki langur, hann er bara eitthvað 5-6 ár. Byrjaði hann í sagafilm og fór svo yfir í Ghostlamp og sölu markstjóri þar í tæplega 2 ár. Þú vonaði að vita hvað Ghostlamp er, annars gerði ég vinnuna mína ekki nógu vel.
og svo núna ég með mína eigin sölu- og markaðsráðgjöf. Og fyrst var ég alltaf að hlaupa allar Reykjavík eitthvað að selja product placement auglýsingar af því að einn daginn gæti fólk spólað yfir auglýsingar, trúðu mér enginn þá og keypti ekki neitt af mér. Svo 2 árum eftir það fór ég að selja svona áhrifavalda og trúðu mér rosa fáir þá að það eitthvað svakalegt. Og svo núna ég komin í 3. skiptið til að segja ykkur að nýja markaðsáætlunin hvernig markaðurinn á morgun. Og það sem ég meina með því ég örugglega mest þekkt fyrir fyrirlestrana mína í Hörpu og hvernig ég markaðsetti þá. Og það sem ég gerði að í staðinn fyrir að gera einhverja stóra markaðsáætlun, einhverja svona hvernig ég ætla að ná til sem flestra eða eitthvað svoleiðis, og þá spurði ég mig alltaf bara, hvern einasta degi, hvar verður markaðurinn á morgun? Og þetta spurningin sem ég fæ hvað oftast. Hvað kostaði að fylla Eldborg? Hvað var markaðsbudgetið þitt? Og ég ætla bara að setja ykkur í sömu aðstæður og ég var í. Ímyndið ykkur að þið eru 24 ára. Ung kona í Reykjavík, þið eru frá Akureyri, þegar við haldið einn fyrirlestur áður í Hörpu sem gekk bara rosa fínt. Það miður nóvember, þegar við 2 mánuði til stefnu og þið þurfa að fylla 2000 manna sal. Hvað þurfið þið mikinn pening? Hvað þurfið þið mikinn markaðsbudget? Hvaða svona tala kemur upp í hugann á okkur? Þið komið með tölu? Þið komið svona, það einhver svona, já, einhver, ég veit cirka. Hugsið einhverja tölu. Ég ætla að sýna ykkur hvað það kostaði mig. 50.052 krónur var heildareyðslan mín í markaðssetningu fyrir Life Masterclass. Og það þetta sem svo geggjað. Þetta gefur öllum kleift að markaðssetja bæði sig og fyrirtæki sitt. Og einu munurinn á mér, og ég segi öllum þetta, allir, margir spyrja bara hvað mikið markaðsbudget og hvað, og ég segi alltaf þessa tölu og fólk er alltaf jafn hissa. Og ég segi bara, einu munurinn á mér og öllum markaðsáætlunum og markaðsstjórum bara ég spurði bara okkur minnast degi, hvar verður markaðurinn á morgun? Og ég ætla að fara aðeins dýpra í það með ykkur og hvernig við getum skilið hvar og bara svona séð fyrir hvar markaðurinn á morgun og hvernig við getum fangað athygli fólks á morgun. En til þess að skilja það, þá þurfum við að skilja hvernig markaðurinn í dag. Mjög stutt. Ég 24 ára kona. Ég horfi aldrei á línulega dagskrá í sjónvarpi. Ég horfi á Netflix, og sem ekki Netflix, downloada ég. Ég hlusta aldrei á útvarp, ég hlusta á iTunes eða Spotify, eða einstaka sinnum svona podcast. Ég les aldrei blöðin eða tímarit. Ég surfa netið, það sjálfsögðu, ég með rosalega mikið á netinu. En ég með adblocker, eins og 40% af aldamótakynslóðinni með. Þannig að adblocker því bara ég sé engar stafrænar auglýsingar nánast aldrei. Og ég horfi rosalega mikið á YouTube, ég er meira sem YouTube Red, þannig að það eru engar YouTube auglýsingar heldur. Og af hverju ég með adblocker og svona öðruvísi forrit til að blokka auglýsingar? Það er að því að þá virkar netið mitt hraðar. Og hraðvirkara net bara eina sem ég þarf í lífinu, sko. Fyrir utan vatn. Mikið af vatni. Og ég er á samfélagsmiðlum og sjálfsögðu. En ég er ekki á öllum samfélagsmiðlum. Til dæmis, ég er ekki með Facebook appið í símanum mínum. Og ég er eiginlega bara alveg hætt á Facebook. Af hverju spyr ég? Af hverju hætti alltaf á Facebook? Út af þessari konu. Þetta er amma mín. Nei, já, vitið hvað hún gerði daginn? Hún gerði þetta daginn. Hún svo geggja hvað hún rígheldur í íslenskuna. Þess að frábært hún gerir Þór.bil.is. Ég mæli eindregið með að followa mína á Facebook. Hún er bara frábær. Þannig að ég sagði þetta í fyrirlestri í september í Hörpu í fyrra. Gamalt fólk eyðilagði Facebook. Og ég veit alveg margir hræddir við að segja þetta en ég er algjörlega óhrædd við að tjá mig svona mál. Það eyðilagði Facebook og það er ástæðan af hverju ég er ekki lengur á Facebook og notaði það bara ákaflega lítið og kom mér svo óvart. Ég var fyrir pínu svona culture shock í flutti Bandaríkjanna af því að ég hélt að Facebook var aðalega notað fyrir íventa í dag, þannig að einhver vildi innvæta mér á ívent, þá þurfti ég aðdóma á Facebook til þess að hann gæti innvæta mér. En svo bara, þegar ég fór að spyrja fólk íventa og það vildi bjóða mér, þá sagði það bara, já, hvað er e-mailið þitt? Og ég bara, e-mailið mitt? I'll just send you a calendar hold. Þannig að fólk er ekki einu sinni að nota það fyrir íventa úti, þannig ég notaði Facebook eða bara ekki neitt í dag, sem er frábært. Og svo er ég á Instagram og ég er á Snapchat. Ég er ekki á Twitter, ég ætla ekki að fara út í það akkurat núna, en ég er á Instagram og ég er á Snapchat. Hvernig ætlað þú sem atvinnurekandi og sem auglýsandi að ná til mín? Hvernig ætlað að ná athyglinu minni? Og mér finnst þetta svo klikkuð spurning og mér finnst þetta svo öflug spurning
að það er svo ótrúlega, það er fyrsta lagi lítið svör og í öðru lagi finnst mér einhvern veginn enginn vera að tala þetta, eða allavega mjög fáir sem eru að tala þetta og actually reyna að leysa þetta vandamál og hugsa út fyrir kassan og svona. Og mér finnst það að vera svona svolítið leyndarmál markaðarins. Og þú veist, þessar auglýsingastofur eru að rukka margar milljónir til þess að auglýsa atvinnurekendur og meðan er ég eitthvað hérna 24 ára með 50 skall að fylla Eldborg, skilji. Það er einhvern veginn enginn að tala þetta. Og af hverju er það gott fyrir fólk eins og okkur og bara sérstaklega lítil og smá fyrirtæki? Það er því að núna er tækifærið fyrir alla að auglýsa sig. Ég get alveg lofa ykkur því, ég hefði aldrei fyllt Eldborg fyrir 2 árum síðan fyrir 50 skall. Og ég get það mögulega ekki eftir 2 ár. En ég get það í dag og ég get það mögulega á morgun. Þannig að núna er tækifærið að nýta bara allar þessar stöðvar, þessar markaðsstöðvar og ekki misskilja mig. Ég er ekki að segja ein saga hérna. Íslenskt fyrirtæki fyrir 2 árum síðan kaupir heilsu í Fréttablaðinu á 250.000 krónur, eitthvað svoleiðis, ég held að sé eitthvað það vil. Og fyrir þessa heilsu fyrir 2 árum síðan seldi þetta fyrirtæki fyrir 3 milljónir. Fín fjárfesting, right? 250 skall í markaðssetningu, seldi fyrir 3 milljónir, frábært. Í dag kaupir þetta sama fyrirtæki heilsu í Fréttablaðinu á held ég eitthvað svipað, 250-300 skall og það selur fyrir 500.000. Þetta eru 2 ár. Þess að maður missa 2,5 milljónir í sölu gegnum sömu markaðsstöðina. Það getur vel verið að auglýsingar þeirra eru verri en þær voru fyrir 2 árum síðan, en þetta er samt alveg gífurlegur munur. Og ég meira sér að kalla það á einmitt þessum fyrirlestri september sölu og markaðssetningu að eftir 5 ár þá verður 1 dagblað eftir á Íslandi og það verður helgarblað. Og amma mín mun vera að lesa það. Það er að segja, hún er ekki svo mikið á Facebook. Þannig að núna er tækifærið. Og núna er tækifærið til þess að, einmitt, skoða nýja hluti og það er einhvern veginn allir að gera þetta líka vitlaust. Við tökum bara ógeðslega stórt dæmi. Google. Google er bara data gullnáma veraldar í dag, right? Bara, það er engin með meira data en Google. Þetta er bara svona nútíma olíuborpallur með upplýsingum. Og ég gleymi mig aldrei, ég var nýflutt út, ég var á leiðinni með leigubíl frá JFK og heim og stoppum á rauðu ljósi og ég lít svona til hægri og það er svona stórt billboard eða skilti með Google Pixel 2 eitthvað, það eru að lonsa nýja símanum sínum, Google Pixel 2 síman. Og fyrir framan þetta skilti standa 10 manns, frá svona 20 ára og upp í 45 ára, öll í nýja iPhone X, bara hér. Og ég bara, vá, mér er Google er bara klúðrað þessu. Og ég er ekkert að segja að þetta skilti hafi ekki virkað, sjálfsögðu virkað þetta skilti örugglega eitthvað. Og þú veist, sjónvarpsauglýsingar, útvarpsauglýsingar, þú veist, fólk er ennþá að kaupa þetta og smyrja peningum á þetta og þetta hlýtur að virka eitthvað, að sjálfsögðu. Og ég er ekkert að segja að samfélagsmiðlar eða digital markaðssetning, þar sem fólk er og sem nú nærða athygli fólks í símanum sé eitthvað að taka yfir, en það er enginn að segja mér að þetta sé ekki öflugasta markaðsstöðin í dag til þess að markaðssetja þig og fyrirtækið þitt. Þannig við förum aðeins í þessa spurningum. Þessa statement, markaðurinn á morgun. Ég spyr mig, hvernig verður markaðurinn á morgun? Og þegar ég spurði sjálf mig á kvöldin, hvar verður markaðurinn á morgun? Hvernig get ég fanga athygli fólks á morgun? Þá fór ég ekki að hugsa þetta. Þetta er aðeins svo langt. Þú veist, jú, þetta er framtíðin okkar og við vitum það öll. En ekki hugsa þetta þegar ég segi ykkur að hugsa hvernig verður markaðurinn á morgun. Hugsið frekar svona. Hvert leitar markaðurinn? Þetta eru 4 punktar. Google. Segjum sem svo, ég var að selja rottueitur. Ég tek alltaf þetta dæmi rottueitur. Þetta er ömurlegt dæmi, en ég tek það bara alltaf og svo rúlla ég bara eitthvað með því og ég veit það ekki. Allavega, segjum ég sem selja rottueitur og ég kaupi Facebook-auglýsingar og Instagram-auglýsingar og billboard-skilti og allan pakkan og þetta er bara sjúklega flott herferð, hún selur alveg fínt og eitthvað svona. Svo er ég sem kunni, þegar ég þarf rottueitur, þá fer ég ekki að horfa á einhver billboard-skilti, ég fer á Google, ég googla besta rottueitrið. Og ég fæ upp einhver Google Ads og þá er rottueitur ABC og rottueitur EFG. Þá næst googla ég, rottueitur ABC versus rottueitur EFG. Hvort er betra? Og svo les ég reviewin. Og svo finn ég með reviewin og allt svona. Brad, vinn minn úti, hann var að stofna fyrirtæki og startup þar sem fyrirtæki geta svara reviews eins og SMS í símum. Og það geðist neitt, það er bara,
fólk átt að segja hvað reviews svo ótrúlega mikilvægt. Þú getur ekkert splassa rottueitruninn út allar hirslur, þú þarft að vera með gott quality rottueitur. Það þarf að drepa rottur. Ég segi þetta besta dæmi, sko. Svo leitar það áhrifavöldum. Þetta svona eitthvað sem fólk skilur ekki alveg, en aldamótakynslóðin skilur vel. Ég á mér 3 áhrifavölda. Ég á mér tísku áhrifavald, ég á mér snyrtivöru áhrifavald og ég á mér heilsu áhrifavald. Þegar mér langar í ný föt, þá fer ég ekki í Smáralind eða á netverslanir. Ég ger það ekki. Ég fer á YouTube og ég fer á Instagram. Ég fer á YouTube og ég skoða nýtt svona wardrobe haulover sem tísku áhrifavaldurinn minn með. Í hvað ætlar hún að vera í sumar, hvað hún að kaupa þetta, hvað fer henni vel, hvernig hún að stíla sér þetta. Svo fer ég yfir á Instagram og ég skoða myndir af henni þar, hvernig hún að taka myndir af sér í fötunum og bara hvað hún að kaupa og þar taggar hún bröndin og ég kaupi þetta svo á Instagram. Þannig að, og það þetta svolítið sem fólk fattar ekki alveg að við erum ekki lengur bara, eins og segjum í kynslóðina, við erum alltaf að fara miklu hraðar. Ég búin að outsourca bara, ég bara með persónulegan stílista og ég meiri segja, það til app sem heitir Like to Know It, það sem mitt beintengt við Instagram mitt og þegar ég like einhverja mynd af henni á Instagram, bara ákvað þetta er flott outfit, ég kannski screenshota það, þá fer screenshotið mitt automatískt inn í Like to Know It appið og Like to Know It appið kemur með linka hvar ég get keypt fötin sem hún í á myndinni sem ég screenshotaði. Og ég vil gera kaupið gegnum Like to Know It að þá fær áhrifavaldurinn minn prósentu og ég vil bara borga henni fyrir þessa hellingsvinnu sem hún að gera fyrir mig sem persónulegur stílisti. Hún bara bjargað þvílíkum tíma á mér. Og mér svo fyndið að Tim fór í þetta ráða millennials í alls konar stöður og svona. Og einmitt hvort við ættum að ýta undir hennan þessa hegðuna, outsourca þessu einmitt að þýði eitthvað yfir á spænsku. Að mér líður bara eins og séum komin aftur sem Bill Gates sagði, minna sem hann sagði, eitthvað, always hire lazy people, but they will find the easiest and fastest way to do it. Og mér finnst það bara, við erum bara komin í hring, við erum bara komin í það núna, Við millennials, við outsourcum bara, þannig ég er með bara minn persónulega stílista, hún veit ekkert að ég er til, en hún er búin að spara mér svo mikinn tíma, í tísku, snyrtivörum og heilsu. Mér finnst það bara frábært. Svo samfélagsmiðlar, ég get ekki lofað ykkur að markaðurinn á morgun verða á Kiss FM, en ég get lofað ykkur að markaðurinn á morgun verður ennþá á samfélagsmiðlum. Þetta finnst mér sjúklega fyndið, að það er alltaf að tala að leita að næsta samfélagsmiðli. Svo þegar ég var í Góslam, þá vorum við alltaf að leita, hvað verður svona næsta Instagram, hvað verður næsta Twitter og við vorum búin að finna þarna TPD og Bitsmass og alls konar svona nýja samfélagsmiðla sem voru að koma upp og það sem ég áttaði mig á mjög snemma var bara, það er ekkert endilega nýjir samfélagsmiðlar að koma. Þeir eru bara að stækka. Og þá einmitt uppgötaði ég þetta. Insta, Finsta og Binsta. Insta þýðir bara Instagram-reikningur. Bara já, ég er með svona Instagram-reikning sem er svona myndforrita sem ég pósta myndum á. Svo er ég með Finsta. Það er sérst private Instagram-aðgangur. Það sem ég bara, já, sérst Insta mitt, það er bara svona public, það sem ég er bara með alla og allir geta að sé hvað er að gera. Svo Finsta, það er bara svona fyrir algjörlega vini mína, og bara, ég bara með svona djam og sökmyndir þar, sem maður gerir. Ungt fólk og leikur sér. Og svo er fólk líka með Binsta, eða Business Instagram, sem þau sína þegar þau eru að sækja störf, eða lærnemastöður. Þannig þau eru með 3 Instagram-akkánta inn á einum samfélagsmiðli. Þetta er bara að klikka. Þannig þau eru með Insta, Finsta og Binsta. Og ég hef oft fengið bara, Alda, can you look over my Binsta? I'm applying for this job and I'm nervous. Og ég bara, já, svo bara, já, þú ert hérna, you're studying in the library. Já, hérna ertu að feed the homeless. Já, þetta er frábært Finsta. Svo fer ég á Finsta, hún er bara ælandi í Central Park, bara. Þetta er rosalegt. Þannig að markaðurinn á morgun verður á samfélagsmiðlum og verður miklu meira á samfélagsmiðlum en við höldum. Svo er það umræðan. Svo fyndi ég svo með Twitter, ef ég tekið eftir það, þú getur leita eftir umræðum á Twitter. Þannig að segjum sem þú ert að selja rottueitur og þú fer á Twitter og þú leitar að rottueitri, og það er kannski einhver á Twitter að tala rottueitur, bara djúvill vantar með rottueitur núna, allt út í rottum hérna í Brooklyn og það er rosalega mikið þetta, þetta er pjúra viðbjóður. Og ert þú þá, sem atvinnurekandi, ef þú átt rottueitur, ertu þá að taka þátt í umræðinni? Bara, ég nota hérna ABC rottueitur og dó enginn. Og bara, herði, þú átt að nota hérna EFG hjá mér vinnur, það er bara, ég skal senda hérna afsláttarkóða og prófa það
þú skilar, það bara mun drepa allt þetta vesen hjá þér. Það ertu að taka þátt í umræðinni. Af því ég veit að markaðurinn á morgun mun vera að tala þína vöru eða þjónustu. En þú þarft að leita á samfélagsmiðlum eða bara á, hvað heitir, bland.is. Alltaf mjög uppbyggilegar umræður á bland.is. Ert þú að taka þátt í umræðinni þar og ert þú að fylgjast með hvað fólk að tala hvernig fólk að tala vöruna þína. Af því ef þú ert ekki aktífur í að taka þátt í umræðinni, þá gleymir fólk þér. En það sem skiptir mestu máli og það sem ég mest að tala og það sem hefur mest áhrif á markaðan á morgun og það sem seldi flesta miða í Hörpu efni. Ef þú ert ekki sem atvinnurekandi og bara nánast sem einstaklingur að búa til endalaust af efni, þá ert þú ekki partur af markaðanum. Þetta bara eins og ég fer til Spánar og myndi ekki posta á Instagram. Never happened. Ef þú ert ekki fyrirtæki að posta reglulega efni, bara hvað sem að starfsmannafundi eða bara, þetta Jón, hann var að byrja að vinna hjá okkur eða þetta nývara eða þetta eitthvað sem við erum að breyta. Ef þú ert ekki endalaust að birta efni þig og þitt fyrirtæki, þá ertu ekki til. Og það númer 1, 2 og 3 og það sem ég helst gerði og ég meira að segja mældi þetta sérstaklega fyrir þennan fyrirlestur. Ég fór og ég tók út, ég birti 5 mjög stór myndbönd á YouTube og Facebook fyrir fyrirlesturinn minn. Og var eitt myndband sem var bara svona nokkurn veginn væral sem var lizard brain kenninguna mína, þið geti leitað henni á Facebook. Og fekk yfir í kringum 10.000 views og í kapsjónunum á myndbandinu var bara linkur í miðasöluna. Og það var klikka á þennan link yfir 8.000 sinnum, sem þýðir að 80% af fólkinu sem sá myndbandið klikkaði á linkin. Ég þurfti bara að selja 2.000 miða. Þannig að efni klárlega eitthvað sem allir þurfa að gera, alltaf. Og ef þið farið til Spánar, vinsamlegast látið mig vita. Og ef þið eru einhverjum svona efins með þetta, bara ég veit ekki hvernig ég á búið til efni og núna eru þau að hugsa bara, ég þarf bara að ráða einhverja auglýsingastofu til að borga þeim milljónir til að búa til eitthvað efni og þetta verður bara svo ótal mig alltaf, þú veist ekkert, þú ert úr aldamótakynslóðinni, þú veist alveg hvernig á að taka selfie og eitthvað. Þá vil ég kynna ykkur fyrir þessari ungu konu. Þetta Alba Mist. Hún ungur atvinnurekandi, alveg eins og við hérna. Nema hún 12 ára. Hún rekur svona skartgripasölu og ég tala mikið hana og meira að segja, ég var í fluginu hérna á leiðinni til Íslands og það svona flugfreyja sem svona að horfa á mig þegar ég kem inn í flugið og ég svona sé hún að horfa á mig og ég bara, góðan daginn eitthvað og sest í sætið mitt og hún horfir á mig og eitthvað að tala og þær eru allar að horfa á mig og ég bara, guð minn góður, ekki allt í lagi og maður flugvél, ég hvít kona en ég samt skítrædd að einhver sé bara, þú með sprengju og ég sé hún horfa á mig og svo kemur hún til mín og hún bara, ert þú Alda Karen? Og ég bara, oh my god, hún þekki mig, ég búin að meika það, ok, ég haldi kúlinu eitthvað og ég bara springa inn í mér og svo með pókerfeysið bara, jú, það ég. Já, ég mitt mamma, Ölbu Mist. Og bara hlutverkaskipti, nú bara, oh my god, má ég fá mynda mig með þér? Ég stærsti aðdáandi dóttirinnar. Það var eitthvað þvílíkt, bara útlendingarnir hliðina vissu ekkert hvað í gangi og allt í einu var ég bara að taka selfie með mömmu Ölbu Mistar og bara að fríka út, Ég held að flugfreyjan væri bara þvílíkt popstjarna. En hún algjörlega popstjarna í mínum augum því að börnin mín var flott og Alba Mist, þá veit ég bara ég búin að fylla mín örlög hérna á jörðinni. En þannig að ég ætla að segja ykkur það, ef þið ætlið að ná til markaðsins á morgun, þá þurfið þið að búa til ótrúlega mikið efni. Og ef þið eru einhverjum, og ef þið ætlið að fylla Eldborg eða hvað sem þá getið þið aldrei án þess að búa til efni. Bæði ykkur sjálf, bæði sem persónur, þið sem persónur tengist ykkar fyrirtækjum og fyrir fyrirtækin ykkar sjálf. Og ef þið eru einhverjum vandræðum að búa til efni, þá held ég hætt við samræmduprófinu hjá Ölbu Mist, þannig hún ætti að vera laus eitthvað svona júní. En annars þakka ég bara kærlega fyrir mig.